Velkomin aftur. Þau eru komin til mín Sigfús Ingi og Bryndís Lilja frá Sveitarfélaginu Skagafirði. Nú ætlum við að fara að ræða sæluvikuna sem einn af hápunktum ársins hjá þeim í Skagafirði. Verið velkomin. Takk fyrir. Já, Sigfús, byrjum á þér. Þessi sæluvika verður þá sem þekki ekki þó ég efast að þessu margir. Hvað snýst þetta? Þetta svona ein allsherjar menningar- og listahátíð okkar Skagfirðinga. Það má líta á þetta sem eins konar uppskeruhátíð vetrarins, svo má segja. Því að á þessari viku sem hann náttúrulega tegist í báða enda, þó hún sé sett formlega á sunnudaginn, þá byrjar hún í raun og veru í kvöld. Þarna hlaðast ótal viðburðir, þetta einhverju tugir viðburða. Ég get bara talið á saman alla, en þeir eru ótrúlega margir og þetta svona eiginlega bara brotaði besta eftir menningarstarf vetrarins. Já, þetta ekki fyrsta eða annað skiptið sem þetta er haldið? Nei, við vitum svo sem ekki hve mörg skipti þetta hefur verið haldið, en við munum ekki eftir öðru en þetta hefur alltaf verið á hverju ári. Já. Og þetta er bara hluti af okkar menningarlífi í Skagafirði. Þið nefndu hérna ártalið 1874 daginn, var það grín eða? Nei, uppruni sæluvikunar eru rakin til sýslunefndarviku sem var haldin á Reynistað í Skagafirði 1874 á 1000 ára afmæli landnáms Íslands. Og sæluvikan hefur bara þróast út frá því og hún hefur örugglega ekki verið að órófa alla þessa tíð en þetta eru í það minnsta tugir skipta ef ekki eitthvað á annað 100 skipta sem sæluvikan hefur verið haldin. Já, segir kannski sitt hvað þetta er gamalt að fólk sé ekki alveg klárt á því hversu lengi þetta hefur verið haldið. Það er svona kannski ágætt smælikvarði. Og þetta er alveg ótrúlega margir viðburðir. Ég var að fletta hérna í gegnum þetta. Þetta er alveg, ég veit eins og segir einhverjir tugir. Getið þið nefnt mér svona kannski dæmi það helsta? Já, það sem er svona fastir liðir, það er til dæmis að Leikfélag Sauðárkróks setur upp sína sýningu og eru með sýninguna beint í æð núna og það er frumsýnt á sunnudaginn og þau eru með fjölmargar sýningar og svo er í kvöld danslagkeppni. Það verður að rifja upp lög frá árunum 1957 til 71. Svo er á morgun laugardag þá er Lionsklúbbarnir í Skagafirði að halda kótilettukvöld til styrktar iðju, dagþjónustu og hæfingu. Og svo er alla vikuna er eitthvað að vera. Barnamenningadagar, það dreifist bara yfir vikuna og inn í því er barnaópera og ýmislegt annað. Svo er konukvöld í Sundlaugin á Hofsósi. Það eru myndlistasýningar, eina tvær, önnur í Gúttó sem er gamalt menningarhús á Sauðárkróki og hitt í Safnahúsi Skagfirðinga hinn sýningin. Það er svona sambland af sýningu á ljóðum Hannesar Péturssonar skálds og Jóhannesar Geirs myndlistamanns. Þannig að þetta er svona blanda saman texta og myndum og við erum líka á eftir setningu sæluviku á sunnudaginn. Þá erum við að afhjúpa Hannesar skjól sem var hlaðið til heiðurs Hannesi Péturssoni sem er eitt mest merkasta skáld Íslands. Já, þetta eru alveg ótal viðburðir frá morgun til kvölds í heila viku og Skagfirðingar, eru þið bara svona stórtæk eða hvernig einhver hefur látið sér duga að hafa bara helgina undir þetta eða eitthvað svoleiðis en þið takið heila viku og það sem þið kallað forsæluhelgi. Segjum frá því. Forsæluhelgin er bara helgin fyrir sæluviku og á þeirri helgi er setning sæluvikunar og það hefur bara ekki verið nóg að hafa eina helgi og eins og segi þessi viðburð sem er undir áðan, það eru kannski svona þessi viðburð sem eru á fyrri helginni, svo er kannski aðal helgin að þá eru fasti viðburðir. Það er Karlakórinn Heimir er alltaf með sína sæluviku tónleika. Þeir eru núna á ferðalagi í Kanada og verða nýkomnir heim og halda sína árlegu tónleika í Miðgarði. Fyrir hverja er þessi hátíð? Er þetta fyrir heimamenn eða er það að reyna að fá fólk að á hátíð? Þetta er fyrir heimamenn en það er sífellt eiginlega að bætast við flóruna með því að nágrannar okkar og brotthluti sveitungar sem eru kannski fluttir hingað norður eða suður eru að koma og bara mjög margir sem að koma orðið og þetta, við sjáum þetta alveg bara í nýtingu á gistirýmum þessa viku, þetta skiptir máli, þetta er svona viðburður sem að margir sækja. Og það er kannski líka svolítið skemmtilegt að þeir sem eru að skipuleggja viðburðina eru oft líka brottfluttir Skagfirðingar sem eru að koma heim og setja upp viðburði. Það er svoleiðis. En svona hinn almenni borgari hinn almenni Skagfirðingur, er hann að setja upp viðburði eða er hann duglegur að sækja þessa viðburði? Já, það er bara bæði að Skagfirðingar eru duglegir að setja upp viðburði og svo er bara, það er bara heilmikil vinna að sækja alla viðburðina og Skagfirðingar eru duglegir við það þessa viku.
Nú þetta í apríl, nú svona flestar bæjarhátíðir yfir allt sumarið og hverja einasta helgi með bæjarhátíðum yfir allt sumarið. Nú þetta dálítið mikið fyrr. Hefur það ekki dálítið áhrif á bara eðli hátíðarinnar, þetta sé í apríl eða hvað? Jú, það hefur það auðvitað en eins og ég segi, þetta líka eins konar uppskýruhátíð eftir bara æfingar og öflugt starf yfir vetrartímann. Þetta ágætur tími áður en allt annað brestur á. Þetta þá svona, við fáum svolítið frið þessa helgi, þessa viku og áður en alla bæjarhátíði sumarsins bresta á og þetta hefur bara komið ótrúlega vel út að vera þetta snemma. Og við sjáum þetta bæði með eins og við segjum, aðkomi fólk, heimamenn, jafnvel ferðamenn sem eru náttúrulega farnir að koma hérna allt árið kring, þeir sækja þessa viðburði líka. Já. En svona fyrir utan vikuna, sæluvikuna, svona menningarlíf í Skagafirði, það blómstrar það þessa dagana? Já, ég myndi segja það. Það er alltaf eitthvað að vera og ég held að fólk geti fundið sér eitthvað hver einustu helgi þó að þetta sé kannski svona það sé auðvitað heilmikið að vera þessa viku og miklu meira heldur en aðrar vikur og helgar en ég myndi segja að það væri mikið menningarlíf í Skagafirði. Og ekki bara á Sauðárkróki vantarlega eitthvað? Nei, það eru allan fjórir. Einhvern tíðan töldum við saman, ég held að sé 14 kórar í Skagafirði. Það eru áhuga myndlistarklúbbur, ljósmyndaklúbbur, seinni sunnudaginn í Sæluvíku til dæmis veglega afmælishátíð sögufélags og héraðsskjalasafns þar sem forseti Íslands ætlar að koma að heyra okkur. Það er öflugt menningarlíf í kringum það. Leikfélagið setur upp 2 sýningar á ári. Þjóðleikur að setja upp fjölmargar sýningar á morgun á laugardegi. Leikópurinn Lotta kemur. Þetta mest heimatilbúin atriði en það koma einhverju viðbútt. Það er bara mjög öflugt menningarlíf í Skagafirði. Og hátíðin verður sett, Sæluvíkan verður formlega sett hvað á sunnudaginn eða? Já. Sunnudaginn klukkan 1 í Safnahúsinu á Sauðárkróki. Já, og eru allir velkomnir þangað? Já, velkomnir. Já. Og þar verða meðan sveitt samfélagsverðlaun, langar að spyrja ykkur út í það. Hver er það sem fær svona samfélagsverðlaun? Ég er ekki byrjuð ykkur að segja mér það núna, en hver fær það svona, fyrir hvað fær fólk samfélagsverðlaun? Það er leyndarmál, en þetta semst, núna í ár verða þau veitt í annað sinn, þau voru veitt í fyrsta sinn í fyrra og þá hlaut Stefán Petersen ljósmyndar á Sauðárkróki verðlaunin og hann náttúrulega hefur lagt ómetanlegt starf í þágu samfélagsins á mörkum, bæði náttúrulega með myndöflun að bara sögu héraðsins. Hann er duglegur, hann fer nokkru sinnum í viku á dvalarheimili og les upp fyrir gamla fólki. Þetta er svona bara það að taka þátt í samfélaginu og sýna svolítið, já, þetta eru kvundasetjur í raun og veru. Og ég get lofa því að sú eða sá sem fær verðlaunin í ár er önnur slík hetja. Já, spennandi að fylgjast með því. Bryndís Lilja og Sigfús Ingi, takk hérlega fyrir komin í þáttinn. Ég bara vona að þetta gangi vel hjá okkur og vil hvetja alla til þess að skella sér í Skagafjörð á Sæluvíkuna. En við ætlum ekki að segja alveg skilið við Sæluvíkuna strax, ég ætla að tala meira það á eftir við aðra gesti. En fyrst ætlum við að sjá stutt innslag, en danslagakeppni Kvenfélags Skagafjarðar fagnar 60 ára afmæli með tónleikum í kvöld og María Björk kíkti nú á æfingu í vikunni, skulum kíkja það.